Þetta var að byrja núna að gera heimildamyndin þessa ferð. Segja hæ Sara. Hæ Sara. Ok, heyrðu, á leiðinni þá ætla ég að stoppa við í sjoppu bara ef þið viljið kaupa eitthvað, þú veist. En við verðum alveg niður í leikhúsi til svona, þú veist, 6-7, þannig að ég myndi mæla með því að þú veist, ég bara smiði ykkur eina brauðsneið eða eitthvað, bara til þess að fylla upp í, því þetta verður svolítið heavy program sem við erum að fara í. Ok, annars bara takið þið við. Og bara, tjópp, gaman. Nei, maður er náttúrulega svo helvítið simpul, sko. Við ætlum bara að fá okkur smá göngutúr og ég ætla að sýna ykkur Hafnarfjörð. Til vonar að vara þá ætla ég að tala ensku út af því að svo allir ná öllu, ég meina fólk út á landi og fólk frá Vestmannaeyjum. Þannig að við byrjum bara röftið. All right then. We'll walk here, over. Follow me, please. Ef þið vilja að þið koma úr skópa og svona skýði, þá bara byggið í mig eða einn aftur eða yfir á dísku. If you want not to shop in a shopper, you can shop here in Hafnarfjörð. Do you want that? Yes, all right, then you go inside and shop something. Remember, this is just like in Vestmannaeyjar and all the other countries that we come from. How's it going? It's going fine, but they don't know what a menntaskóli is. Yes, so they're really not that bright, you know. But I'm trying, so it's going okay. I'm trying, so you maybe want to see what to shop. Because if they don't like your food, they will come here, and I show them Domino's. Yeah, okay. Okay. That's great. Yes. I think I will just call them one night. You bring me pizzas, I can't cook. Alright, you're all here. Alright, then we just go on. And we walk here. And here is Laugabúar heilsa. That's our pharmacy. If you need some drugs or something, then you got it here. Þú stóðst þig geðveikt vel. Takk. Þetta er Geðveikt vel. Mér fannst þér óslega vel. Klár í ensku. Mjög klár. Ég er búin að læra ekki að hluta. Gaman. Pittinn og allir að kynast. Nei, djók. Ég er ekkert svona. Ok, þá ætlum við að byrja. Við ætlum að fara hringinn þannig að við lærum nöfnpersónas svona á eins fljóta sem og þetta er. Og það verður þannig. Þú endar. Þannig að ég byrja að segja nafnið mitt. Svo segir hann nafnið mitt og svo sitt. Svo segir hún nafnið mitt og hann og sitt. Hún er að fara að segja nafn okkar allra. Og þið hérna er að fara að segja allir nafn okkar. Hvar er allir? Framhjá hverjum voru við að labba? Hvar er þessi? Hvar er þessi? Frost, lokið augunum. Hvar er Sigga? Opna augun. Þarna er Sigga. Og halda áfram. Skoða allt í kringum ykkur. Frost, loka augun. Hvar er Guðrún? Og opna augun. Hvar er Guðrún? Guðrún að veifa. Já! Hvar viltust þið? Það er ekki alveg. Gátu ekki gengið á hljóðu, það eru ekki nema víkingar hérna fyrir utan. Það er ekki vilt á köttu. Who are you? I'm Scottish. I just found this island about 3 days ago. Zoom in.
There's no one else here? No. Then I'm going to kill you. Það var pizzi. Shut up! Yeah, bala. Yeah, bala. Yeah, bala. Ja, gratulerer. Prófum að reyna aðeins lengur. Prófum þetta bara. Kort tid efter att Ragnarfråge kom till öya begynte mange andre mennesker att komma till Island. Disse mennesker var stort sett kriminelle fra Norge, Sverige og Danmark og hadde blitt kastet ut av sitt eget land for att göra någon slikt. Så Island var fullt av kriminelle mennesker, så vikingetiden är ganska så överfylld av en brutal mordhistorik. Brad Pittson. Þú Brad Pittson fyrst. Og svo segirðu Brad Pittson hérna og svo Mick Jagger. Og þú ertu bara gætt að fíla þig bara. Og þú skilur bara. Og slæra það. Okay. Let's do it. Okay. For eksempel Jack Nicholson, Scarlett Johansson, Viggo Mortensen, Dolly Partonsson, Brad Pittson, Mick Jaggerson och Jennifer Aniston. De är alla islänningar. Er barnið byrjað að sparka? Já, spila. My watch is broke. Hvernig gengur að ganga frá? Jæja, allt að gerast. Bara... Farðu út! Þetta er búin að setja töskuna þannig í rútuna? Já. Heldur þú að fá að fara með? Vonandi. Hvað sundótið þitt? Já, prófa það. Er þið tilbúnar? Já. Er þið tilbúin? Klárlega. Er þú tilbúin? Já. Er þið tilbúinir? Er þið tilbúinir? Klárlega, það er komið gítarinn. Er þið tilbúin? Sjálfsögðu. Er þið tilbúin? Alveg. Er þú tilbúin? Já. Er þú tilbúin? Er þú tilbúin? Já. Er þið tilbúnar? Já. Er þið tilbúin? Já. Er þú tilbúin? Já. Er ég tilbúin? Ójá! Eru þið öll tilbúin? Hvert er það að fara? Færi. Farðu til Færi? Hvað ætlar að gera þar? Ég bara veit ekki. Ég er meira í sundlaugina.
Hvað ætlað þú að gera í Færeyjum? Ég var leiklist. Það er gaman. Geðveikt. En þú, Júlíus, hvað ætlað að fara? Ég glemt að gá að því. Þú veist ekki alveg? Nei. Gæti verið bara að fara. Varst ekki annars bara að gleyma þessari ferð líka? Jú, ég var að gleyma bara. Þetta er lirfan sem var í hárun á Andreu, bara rétt á hann. Hún tala svona illa mig. Hún heitir Andrea Önnur. Ói, núna get ég ekki. Hún er að tala, veit það? Hún er að spyrja hvað við heitum. Ég veist það bara ekkert. Ég heitir Róbert. Já, það er ógeðslegt. Ói, hvað? Sjáu þetta? Já, fyrir. Tjóðlar þetta samt fríkað, af hverju er þetta? Af hverju var þetta hárinn á mér? Já, þá er bara að fara til Færeyja. Það er vonandi að verði betra veður þar heldur en hér. Hvað segir þið þá? Fínt að þú? Segja ágætt bara. Bara mér res. Hvað er það að gera? Vist á... Er þetta réttilega? Ha? Frá fluginu. Ertu flugveik? Já. Flugrædd? Hvað segirðu? Ég segi bara fínt. Lesa blöðin bara? Já. Og hvað er það að hlusta? Bara... Ef við höfum búist því að ég geti verðin yfir ríkjandi, þá erum við mjög góð og vonum bara að verði betri og... Já, ég bara búin að kynast með okkur skemmtilegu fólki og allt var að ganga rosalega vel. Stuði? Alveg ágættur. Hvað er þetta þú að fara? Færeyja. Hvað er þetta að fara að gera þar eiginlega? Dansa. Dans? Ok. Það er síðan. Já. Það er skemmt fínt dans. Ég bara hef að geta lengi, sko. Hvað er þú að gera svona? Ég er að fara að leika. Í hvaða smíð ert þú að fara? Töff. Flettu því upp. Og það er auðvitað að fara að tjá sig um þetta núna, sko. Það sem við erum bara nýlega á stað. Við erum að sjá hvernig veðrið er í Færeyjum, skilum við. Ef veðrið er gott, þá hendum við náttúrulega Róbert út í sjó bara. Ef það er frekar slæmt, þá hendum við samt út í sjó. Þannig að, þú veist, þetta er bara ákveðið sem hópurinn þarf að taka sem heilt. Talar alveg eins og framsóknarmaður. Hann? Já. Já. Hvernig tala framsóknarmenn? Spurðu mér þessu. Hvernig er veðrið úti? Já, sko, veðrið er náttúrulega mjög umdeilt mál og fólk má alltaf deila hvort að veðrið sé gott eða ekki. Veðrið í New York til dæmis er alltaf rosalega skemmtilegt og svo koma svolítið leiðilegi dagar svona inn á milli og já, myndi eftir að hættur að taka mynd af mig, er það svo leiðileg? Þú veist það vantarlega í nákvæmlega. Fórstmaður finnst þér rétt. Já. Það er betra veður í Færeyjum. Það er hægt að út í Færeyja. Veit það ekki. Þær eru svo artið að gera þetta til þess að ungi norðin kæmu hingað svona wow, við erum með rör í götunum, hvað gerum við næst? Það er rauður í göttunum. Jæja, Sara. Allt að gerast. Við erum bara komin. Þetta er fallið hérna. Svolítið líkt í Íslandi, en
jafnvel bara hrefna og ákveðnari arkitektúr í gangi heldur en hérna. Ég sé það. Íslendingar eru bara að bonda við Sverige fólkið með söng, fallegt. Ja, då knäcker bara. Ja, det är bra. Ja, det går väl. De tar på pannan och det var inte. Hæ, hvað er að gerast? Við erum bara að æfa. Gæðið gaman. Já, við erum í færum. Við erum að blása í dýnu? Já, við erum að ráða okkur í pláss. Það er alltaf að vera brjála inn í, hvað heitir það? Kennaraháskólinn? Já. Nei, þetta er sjómannaskólinn. Var þetta ekki kennaraháskólinn? Þú skrifaði það neyti. Það er hinum einn. Og okkur var svolítið að það var kennaraháskólinn. Við erum að vera kennaraháskólinn. Þetta er sjömannsskólan. Já, nú erum við að fara í generalpröfuna. Þetta er mikil spenna sem er í gangi hérna. Það er að pissa í sig að spenningi. Sér bara hvernig Jón það lætur. Það er að pissa í sig að spenningi, sko. Það verður piss gaman. Við erum líka að sjá hérna í fyrsta skipti sviðið sem við sýnum á klikkaði spenningur eins og þess að það piss gaman. Já, bara nýr dagur komið. Það er þriðjudagur og við erum bara að æfa generalpröfu. Þetta er eitthvað sem gerist bara einu sinni. Den 17. juni í Hafnarfirði. Bara Eiðum. Hér í Færeyjum. Historien bevittnet for mange år siden, langt nord i den Atlantiske hav. Med en stor båt seilte en mann ved navn Ingólfur Arnarson. Við gleymum svo oft svona að snakka svo. Ég gleymum líka þessu. Nei. Ég gleymum þessu. Allt props komið. Ok. Hvað er það að fara að gera núna? Ég veit ekki. Hún talar út í eitt. Ég skil ekki neitt. Maður bara brosir. Já, ok. Precis. Það er rosa að prófa að segja það. Precis. Já. Og svo, þú veist. Hún heldur bara maður skilja allt og maður fyrir bara með krakkarum fyrir ykkur á rútu og svo fyrir kannski rúta með maður til Stokkólms eða eitthvað. En það er örugglega gaman þar líka. Við í morgun þá fórum við sturtu og síðan fórum við að gera til, svo fórum við að borða, síðan fórum við að æfa atriðið okkar og svo vorum við að gera ekki neitt og síðan erum við að fara núna ferð. Við erum að fara í göngubáta og svona bílaferð á eina kolkur og það er örugglega rosa gaman. Ég vona að hann hafi verið að meina þetta og verið ekki að vandræði fyrir þig þegar þú veist. Hún er jókur. Hún
Það var miklu meira áðan bara svona, fyrir maður að hlæja að því að maður sé að hlæja. Þú veist það? Já. Og svo bara hlær maður. Og hlær. Það er bara að verða það. Það er góð tilfinning. Sólveig, snýra mæna við? Ég veit það ekki. Nei, hún er það. Komdu þetta allt í lagi. Nei, þú gættur á milli. Já, menn. Hvað þið svona hrædda? Og Maja er svo hrædd. Þú svona greið. Þetta er allt í lagi. Allt í lagi. Ég er ótrúlega sjálfrætt. Woo! Bara öfu á. Æ, þá erum við að fara til framan. Nei, já, við erum fyrir framan. Já, við erum fyrir framan. Allir að dansa upp á dekki. Marja, sparka! Da det allerede 2 bønder på Kolsborg. En heim i huset og en nord i Gero, som stedet her heter, og nord i Gero, som det heter der nord i Gero. Vi gengum ekki. Det er rett så i vi da. Vi tør, vi og Guðrún. Så kom landsleika í fótum. Mér satt ferðin að það samt fín. Engin sérstaklega þreyttur heldur. Ég bara náði. Nei líka! Ég var þetta líka allir tónlist, það var ekki það. Jaha! Það er sumar. Það er með að koma með stólinn. Halló! Það er bara svo rosa mikið pláss. Blátt. Eða grænt eiginlega. Hvað þýðir það? Það er stærri hausar. Eða þú veist, læri. Ég að fara í sundból í kvöld. Já! Takk fyrir alla. Ég líka. Já, það máli vera að þú baðst að fá að fara í sundból. Gott point, gott point. Put it on the floor. Don't. It is coming out. It is coming out.
þú? Viltu fá teygju? Ekki alkári. Viltu fá teygju? Spennu. Getur ég tekið hann meira? Þú tókst það lengur niður. Þetta svo ekki hægt að við getum allt fram að... Æ, bara ekki að teygja hárinu. Já. Tilbúin með sokkabóksur? Já. Miðjan alveg þarna. Herru, akkur var steig nútum? Herru, Sara? Það bara regla. Ó, ég fann að stress. Mér þið verið gert asnalega. Ég ekki ná. Veist. Að lóka þau. Já, herru. Ít upp. Nei, menna, afhverju svona. Opna augun. Svo. Rauð. Eigum að setja okkur maskara? Jú, með smá svona. Þú með neglu. Jú, það. Já, en... Hvað séu hér? Ég eins og pabbi. Ég ekki að grínast. Já, við erum bara að halda í þetta og svo bara... Ok, krakkar, hlustið núna. Núna bara löpum við upp yfir. Hanskar. Já, góða punktur. Hérna, allir með vasa sem getur geymt hanskana í? Nei. Já. Jú, hvað hanska? Við erum eins og þessi hanskar. Ég var til að leikja á þér, þetta er ekki fyrsta skiptið mitt. Nei, það er Jæja. Jæja, nú erum við að fara að sýna atriði. Það verðist enginn vera stressaður, nema ég. Nei, það er bara rosa stemmari fyrir þessu. Það er gaman, allir spenntir, allir konur með andlitinn og sætir. Þau eru bara massaðir. Ég meina, ég hef engar áhyggjur af þessu. Engar áhyggjur. Velkommen, servitoroa, går det båten og så videre, til første del av Pay i Norden 06. Hey, where are you from? I'm from the Faroe Islands. Oh, the Faroe Islands, not like in Egypt. No, the Faroe Islands. Yeah, the Faroe Islands, not the pyramids. Oh, sorry. What is this? This is a sheep. Oh yes, I can see that. That's a very nice sheep. Yeah, it's mine. Hey, you can borrow my sheep, and it will show you through the Faroe Islands. Yeah, I like to see Egypt, yeah.
I remember a time we had. It was a time full of laughter, and there was no need to be sad. When I was with you, the sun was always shining. You are a memory that always remains, even when I'm standing here in the cold rain. Tala inte om. Låt oss dansa på kanten av kraten. Tala inte om. Låt oss dansa på kanten av kraten. Och hänga kransar vid trädens grenar. Alla söjra folket får leda. Don't touch me if you mean harm. Don't ever hurt me again. I gotta pull back to my past. Stay away. You're causing me pain. Mange år siden, langt nord i det Atlantiska hav. Med en stor båt seilte en man vid namn Ingólfur Arnarsson. Han hade rött hår och svärtrött skägg. Han var ganska så hög, ja, nästan 2 meter hög. Han var också en svärt stark man. Ingólfur var väldigt intelligent. Han var väldigt handsam. Men många damer har faktiskt sagt att han har en svärt liten tuss. Ja. I vart fall. En dag när Ingólfur seilte med sin stora båt, där såg han någon ute. Oops. Han kom närmare och närmare och närmare till han plötsligt. Ja. Båten träff på en ö. Ingólfur blev väldigt glad för att vara första mannen som fann den ön. Eller, det trodde han i vart fall. Hallå! Hallå! Hallå? Hallå! Greta! Greta! Nej, du fisk! Nej, du fisk! Nej, du! Nej, du!
Who are you? I'm Scottish. I just found this land about 3 days ago. So you mean there's no one else here? No. Then I'm going to kill you. Oh, well, that's all. That's it. Hey, look! Hey, hey! Shut up! Ge fan land. Ge fan Ja, gratulerer. Nå er din historie ferdig, så kom deg og send den. Kjapp. Ja, denne Ingolfur var litt av en spesiell fyr. Men nå, historien om Ravne Floki og hans 2 ravner. Ravne Floki så over dette landet og så litt snø i fjellene og sa: Dette land heter Island! Men hørra, det landet nå nede som þakið ís. Segir þú það? Dette land mun heita Ísland! En það er samt að rætt hérna. Er ekki þetta að skilja þetta á Grænland eða? Það er frábær hugmynd! Við höfum að hugsa þetta. Ég veit! Ég er maður og þú ert full! Já. Þannig að, nei! Þetta land mun heita Ísland! Iceland! 12 points! Ísland! 12 points! Ok, spesielt. I hvert fall, kort tid etter at Ravne Floki kom til øya, begynte mange andre mennesker å komme til Island. Disse mennesker var stort sett kriminelle fra Norge, Sverige og Danmark. Og hadde blitt kastet ut av sitt eget land for å gjøre noe stygt. Så Island var fullt av kriminelle mennesker. Så vikingtiden er ganske så overfylt av en brutal mordhysteri. Den neste store tingen som skjedde på Island var at de kristne kom til Island, og de rett og slett tok over. Alle på Island hadde før vært hedninger, og de hadde sine egne seremonier hvor de bannet hele tiden. De kristne kom og forandret alt dette når de forandret den islandske nasjonen fra hedninger til kristne. Ja, ok. Århundrene gikk sin gang, og ikke noe stort skjedde. Utenom alle drapene, selvfølgelig. Naturen var ikke alltid så snill mot islendingene, og de måtte gjennomgå med harde vintre. Og mange måtte flytte på grunn av vulkanutbruddene. Året 1627 kom tyrkerne på store piratskip til Island.
islendingar och tog dem helt till Algeria hvor de solgte dem. Vi har fortsatt ikke hørt noe fra disse islendingar, har vi det? Det er rart, ikke sant? Men det er jo islendingar. Det må ha vært ganske kjedelig å bo på Island i gamle dager. I 1876 flyttet 2000 islendingar til drømmenes land, Amerika. Islendingarna har hørt selvfølgelig efternavnene sine når de kom til USA, og som du kanskje vet, så ender nesten alle islandske efternavn med son. Mange av de som flyttet til USA er berømte i dag. For eksempel Jack Nicholson, Scarlett Johansson, Viggo Mortensen, Dolly Partonsson, Brad Pittson, Mick Jaggerson og Jennifer Anistonsson. Ja, de er islendingar. Nå har vi kommet oss helt til Første verdenskrig. Flere engelske soldater kom til Island for å forsvare vår lille øy, og islandske damer ble svært begeistret over alle disse kjekke mennene i de flotte uniformene. Jentene ble så glade, men det samme kan vi ikke si om islandske mennene. De var ikke akkurat fornøyde med at engelskmennene kom og tok fra de alle kjærestene. Ja, de var ganske så sure og grinete, men de var i hvert fall veldig fornøyde med sitt forhold med danske kongen. Du skjønner at i 1918 så var Danmark opptatt i krig, så lille Island tok sjansen. Vi fikk vår grunnlov og ble en selvstendig nasjon. Jeg skal gi ha independence. Takk skal du ha, Kirkon. Men med alle denne friheten som vi fikk, begynte islendingar å oppføre seg rart. Nei, jeg mente, de begynte for eksempel å tevle i glima. Eller islandsk brytekamp som består av 2 voksne menn i spandexbukser som danser rundt til en av de ramler ned. La oss se det en gang til i slow motion. Herre min hatt, vi må bare se det en gang til, og nå i fast forward. Ja, takk. Som du helt sikkert vet, så er Island kjent for å være en fredfull nasjon. Men vi, som alle andre, har hatt vårt krig. Og for et krig! Torskekrigen! Og lille spesielle Island vant denne viktige krigen. Vi er så stolte. Vi islendinger har alltid hatt glede i gode historier og fortellinger. Og i 1955 fikk denne spesielle fyren Nobelprisen i litteratur for sin flotte bok Selvstendige mennesker. Han het Halldor Laxness. Så stolte vi er.
Herre Laksnes ikke den eneste berømte personen fra Island. Nei. Har du noen ganger hørt om Vigdis Finnbogadottir? For en dame! Hun ble den aller første folkevalgte kvinnelige presidenten i hele verden. Det spesielt. Jeg beste, og jeg kvinne. Beat that, you bastard! En islending ble også verdens sterkeste menn i 1986. Denne mannen het Jón Páll Sigmarsson. Merker du at jeg sa het? De ble nemlig sønn at han døde noen få år senere av hjerteinfarkt. Stakkar hadde fått i seg litt for mye av steroider. Spesielle lille kar. Island jo også kjent for våre vakre kvinner. Vi har jo tross alt vunnet Miss World 3 ganger. Ikke dårlig det, spør du meg. I love children, and I want to save all the children in all the world. I'm not unfrozen. I'm just really, really happy. My name is Unifitna, but you can call me Yuki. And I know. Og nå, sist men ikke minst, har vi en av Islands og muligens hele verdens mest spesielle person. Vi ønsker henne velkommen på scenen, Bjørk. Thank you. Why can anyone remember my name? It's so easy. It's Björk. It rhymes with Björk. It's oh so quiet. It's oh so still. All alone. And so peaceful until you fall in love. Single, the sky up above. Single is caving in. Wow! The face are nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die. Till it's over. And then it's nice and quiet. But soon again starts another big riot. You blow a fuse, single, don't confuse, single, so what's the use? It's oh so and so peaceful until
að leika okkur út um Við vorum að sýna og okkur gekk alveg ógeðslega vel og ég var gett stolt. Já, og klappa mest fyrir okkur. Og verðum best. Og Róberta, stelpur, ekki misskilja. Þetta var ég sem var gett fyrir. Já, ok. I know. Nei, það Dolly Parton. Ó já. Og svo minnst að þetta. Það var æðislegt. Ég var líka sein. Þú ert ekki alltaf sein með myndavélina. Ég veit það, ég bara, þú veist, þetta átt að vera svona, þú veist, fashionably late, þú veist. Hello? Hello? Herru, Sveindi. Já, þetta lag. Þú veit að segja að ég sé leiðilegur að segja þetta. Þegar hann kenndi einhverjum þjóni og þessi þjón sagði einhverjum íslendingum rittu mömmuðinni. Það var verið að segja það ekki hrætt, sko. Every now and then I've been needing tonight and I need you more than ever. S! Ég að læra lag. Take it to the end of the night. Ekki, þetta truflar mig gæðum. Já, sko, það var ekki takk myndi sem tegnaði. Jú, passa ekki. Já, þú átt að teikna það. Og ég teikna með. Nei, ég man ekki, þetta er gæðum finnandi. Ég teikna ógeðslega vel. Teikna hann með. Hennar sem mitt. Jæja. Kíkjum í bæinn? Já, kíkjum í bæinn. Alright, sjáumst. Let's go. Já, við fararstjórnir erum staddir í smá gönguferðum Þórshöfn. Og það sé alls konar skemmtileg skilti. Núna erum við að fara að kíkja hérna inn í, ef við skjallast ekki, þinghúsið. Það Tjing-hornin eða eitthvað. Tönghúsa. Tönghúsa. Heyrðu Andri, hvernig er búið að vera? Það er búið að vera ógeðslega gaman. Og í gær voru krakkarnir að sýna atriðið. Já. Og hérna, það var náttúrulega algjör snill. Við erum búin að taka við rósum í allan dag. Krakkarnir hafa verið frábærir. Og hérna, það var náttúrulega klappað endalaust og hérna, það var eiginlega klöppuð upp, sko. Jöp. Bara vissi ekki alveg hvað það átt að gera, en kannski þú taka bjarkaratriðið bara aftur eða eitthvað. Það liggur við. Það liggur við, sko. Það gekk allavega snillt og hérna, krakkarnir eru núna upp í skóla í Smiðjum. Og hérna, í kvöld er svo bara ætlum við bara að vera áhorfendur. Þá er Heitilungi Norden aftur. Þá ætlum við bara að vera áhorfendur í að sjá Hínlönd, sjá hvernig þau hafi roð í atriðið okkar. Ég held samt ekki. Held ekki. Nei. Og þá erum við komin aftur. Ó já, við erum heim. Jæja, þá ætlum við að kíkja á smiðjurnar á litlu böndin okkar. Sjá hvað það er að gera. I know everywhere. Skóminn. Komið skúminn. Ég er að lesa handrit. Not today. No! Maybe next week. I want today! You're the daughter of Mikkel, right? The billionaire? Yes. Who are you? I am the son of Bill Gates. We would make the perfect couple. Aðeins það er við landi. Eitthvað miklu betri. Hvað er þetta að gera, Líón? Stöðsmynd. Þjóðsögur. Ég þurfti að faðma strákaðan. Ok, við erum að gera mynd og ég er hljóðmaðurinn og ég er líka hægt á þriðfólknum og við erum farið niður og filma síðasta atrið okkar í myndinni sem er þetta fyrsta atrið í myndinni en við vorum að klára allt úti svo ef við myndum fara að rigna nefnilega þess að við fylgum með eitthvað í gær og ef það fær rigna í dag hefur þurft að gera allt upp á nýtt. Ja, men mamma har sagt att jag kommer rätt till det. Jag vet inte, vad är det för leik?
dybde. Og det har de fået en tema til, så det er lige i diskussionsfasen nu, så der er ikke så meget at se. He was very happy. He's trying to lift the saddle, but he can't. So he wants some help from his wife. They take this apple down to their kitchen and put it in a table. You were walking down the street, see you passing me. I say hello, you look away, keep avoiding me. Am I invisible to you? Am I scary? Was it something that I said, or did I do something wrong to you? Hello. Det er så óþægilegt að fylgja svona með manni. Ég var að skoða myndirnar sem listahópurinn er búinn að gera. Ógeðslega flott hjá þeim. Og ég er núna að fara að dansa og ég er að verða sein. Og með Bólu, hún dreif þetta. Du svømmer vel ind. De sa ju att mötet går till... Ja, men det är ju, vi tar det på insidan. Planen sen. Hva tenker du? Helt taka myndir. Ok, þá. Ég veit ekki hvort það er eitthvað að koma út úr rassinum og fara hérna ný. En það er eitthvað blökt hérna ný. Þannig að hann gæti hafa verið að pissa með rassinum. Þetta er best. Góður áttaviti, ég veit allt, sjáðu þetta, sósíalur ég. Við erum í húsi á Open Mic kvöldi. Það er að gera. Það er það eina sem ég veit. Och vissa från Island, de kommer att dansa. Swollen or what?
keep your distance. My death blows inevitable and you're susceptible to physical injury. This music industry is full of that's why I'm flipping, dipping and diving. Phony executives to keep always consecutive. We also gotta Þú sjá axlamöndum minna. Djöfull hann glæsilegur þessi strákur. Sko, ef ég væri nú 10 árum yngri eða eitthvað, bara þú veist, ég saknaði þessar úlingur. I guess. Þú ert alltaf úlingur innan. Takk. Hann segir alltaf réttu hlutir þessi strákur. Hey, þú daginn sagði spurði hvort þú væri 14 ára. Ha? Daginn spurði hvort þú væri 14 ára. Hann kann þetta. Ha? Dolphins are gay sharks. Robert. Það er segið svolítið klukkuna akkurat 12. Nei, ekki hægt. Trúðu mér, þetta ekki verið. Eugene alibi, you ain't got no alibi, you're ugly. You're ugly. Gangi, og ég sé hér, þessu ógeðslega ég vil ekki fara núna, mér langar aðeins lengur ok, við getum það mjög gaman já, mér finnst það já, það var verið að vinna lögum það spiluð undir leikvöldur í leikvöldur með þeim mér langar ekki að búa í svona Eitt ár eftir sem við heimþrá en fyrir samt gaman langar að framleggjaferðinni aðeins lengur. Ég er alveg til að komast bara í rúmið mitt. Ég labba eins og 70 kona við bakverð stöðans þannig að ég var alveg til að komast bara í rúmið mitt. En það ganga alveg fyrstlega en núna það slökun. Það fer ekki að það slökun. Það svo Góðan dag, glens og grín, það mitt fag, hopp og hí, tralali, upp á nefinn og ég sný, ef hann gamli kannski fyndi eina 10 teiknimynd. Viltu setja tækið í? Geðveikt lag. Þetta var gaman. Ég er í sumarfríi. Ég er bara á klóstur og klóstur. Já, nú þar komið sögu að vera komin hérna í Norðurlöðahúsi í Færeyjum sem gríðarlega fallegt hús og hér að hefjast lokasýningu. Þessi bifreið sem ég sitt inni, þetta tákn mótsins. Þetta er bíll frá því þegar Bretar voru heimsveldi. Man búið að líma hér á fallega merkingar og annað slíkt. Ungin úr þeim, mjög flott, en nú sem sagt komið að loka atriði hátíðahaldana sem verður samkvæmt reynslu stórkostleg listasprengja, listabomba. Hvað er að frétta á Sonders? Sondre. Ég fór til að tala við hann og kom að inn í samræði og svona hey, do you know my friend Maya? Og hann bara yes, og ég leysa á hana, þá var hún að snýst við hlaupa frá burtu mín og það labbaði fram hjá mér og hjarta bara Wow, rosaleg, ha? Við stelpunum náttúrulega alltaf að reyna við svona sæta stráka eins og Sondre. Æsileg mynd maður. Sko ég fann þetta blóm á bílastæði og fór frá AKB og fór að taka myndaði. Svo þegar ég fór inn í smiðan aftur, þá setti ég inn í tölvuna og hann gerði eitthvað helviti Photoshop sem ég man ekki hvað ég gerði. Hvernig finnst mér myndin? Ertu að spyrja mig því? Já. Mér finnst hún frábær. Ég segi við Jóa, sko, hann er nú vel launaður starfsmaður í fiskiðnaðinum
Hann á að kaupa sér alvöru myndavél. Byrja að taka, hann er teiknari, hann er flinkur teiknari, hann á líka að taka ljósmyndir. Hvað ætlar að kaupa þér í fríhöfni? Myndavél. Nú er frífótur. Og svo Ísland. Ísland. Hver er þessa mynd? Land mitt. Glæsilegt. Hvað er að fara að gerast, Júlíus? Við erum að fara að sýna atriðin sem við erum búin að vera að æfa í smiðjunum. Snillt. Er þetta skemmtilegt? Þetta var geðveikt. En han sá hana. Du er den grimmeste person, jeg nogensinde har set. Okay, I'm a cheerleader now. What's up? Nothing. Where'd you come from? Left or right? Shoot that bill. Take that line. Hey, I know you. You're the daughter of that billionaire, right? Mikkel? Duh, who are you? I'm Billy Jr. The son of Bill Gates. Ew, the kid who ate sand. Hey, sand has great nutritional value. Ew, get away from me. Get away from me. Stay. Remove this man, now. Come on, I can stop eating sand. Yeah, you do that. I love you.
Ég veit hvers vegna þið eru hérna. Bróðir ykkar týndur. En til þess að finna hann verður að fórna þín eigin lífi. Þú eða? Já, þú. Now I'm going to tell you one of my favorite stories. Once upon a time, there was very happy. It was a shiny day and everything was just great. Oh, I'm sorry. Wrong story. Can we start again? Thank you. Good. Then was very unhappy and it was a rainy day. And it was very lonely. But then the sees something. A tree. Mér líka tré. But it wasn't a normal tree. It was a tree filled up with gold apples. In every dream I have, I dream about the day when I can return to my home. But still I know inside my heart there's my home. We'll never have to be apart. In every dream I have, I dream about the day when I can return to my home. Still I know inside my heart there's my home. We'll never have to be apart. Jag känner något mellan mannen och kvinnan. Men slaven ser ledsen ut. Kom her. Kom her. Du er meget smuk. Du skal være min hustru. Nej, en konge kan ikke gifte sig med en slave.
Ef þetta ekki Júli Rock? Júli Rock. Hvað gerðist, Július? Það splætti á nefnir á mig. Það blæðir ofan, hann er svo fucking góður. Jæja, hvað segir þá? Ekkert annað en það? Jú, ég líkti alveg með þetta. Hvað var það að gera? Ég var að leika og ég var að dansa. Ég var að syngja bara. Það leiði það baksins. Og ég var líka að syngja. Já, þetta var bara æðislegt. Vögnum okkar stóðu sem að drífi. Svarta. Matur fyrsta skipti í allan fucking heila dag. Ég vaknaði kl. 10:07 með bros á vör. Andri, halló. Er ekki alveg ágæst að segja? Ég er samt bara að fara á klósettið. Hæ, Andri. Það er sorglegstund, kveðjustund í Færeyjum. Íslendingarnir eru að kyssast, við viljum ekki alveg allt ferja út af hér að fara saman í flugvél í klukkutíma. Svona er sannleikurinn bara, svona lífið. Það er nefnilega sko, já. En þú veist alveg mig, það er myndið að... Svo að ég mun okkur fara heim, frá vinnuna. Bara fara heim. Það voru gaman. Gott ferðar. Allt. Jæja, klukkan er korter í töskuna niður. Nú erum við að fara heim. Svekkjandi. Feitast mann langar ekki að fara. Feitur, svekkur. Mér er ekki að mynda hérna. Lappaði á hótelið? Já, svo fann ég það ekki og þá var ég bara að ferja maður er alltaf einn. Við erum okkur að vera í nokkur dagum. Já, bara 2 dagar, svoleiðis. Og þú veist, bara svona dagar þar sem við erum ekki að gera neitt eitthvað svona... Já, þetta getur verið bara... Já. Getur bara verið, og við látum líka að taka sætistrókun og bara hægt bara. Já, þú veist. Pakkaðum niður í ferðartösku og taka með hér. Já, þetta. Gott svar, gott svar. Satt ég vel inn að pakka. Það er allir að horfa á mig.
í Færeyjum og þú veist, ég var bara... Ég kem með í flugvélina, þú veist það. Áttar. Góður. Ætlu ég heiti svona áður að... Svo var það ekki. Skemmtilega. Skálanum 1 til 10. Ferðin? 9. 9, já. Af hvað mörgum möguleikum? 10. 10. 10? Pottþétt, ekki meina ekkert. 11. 12. 13. Sólveig. Erla. Andrea. Wow. Árni. Róbert. Július. Una. Leon. Þóra. Og Andri. ITH. Takk fyrir bara allt sem þið lögðum í þetta. Þið voru frábært, þið voru fyrirmyndar fyrir sjói og þið stóðu þetta æðislega bara í öllu sem heitir að vera kurteis og huglegur og bara fullorðna manneskjur. Það er bara æðislega. Þakka ykkur fyrir. Kitsi Malako! Malako nakala tilniki! Kitsi Malako! Malako nakala khati! Ai, þú trökkur! Kitsi Malako! Malako nakala tilniki! Kitsi Malako! Malako nakala tilniki! Kitsi Malako! Hvað er mjólkin? Rosalega vinna. Mjólkin í ísskápnum! Verður þið í hliðum? Þetta í vasavann. Þetta þetta bara. Gaman að ferðast með ykkur öllum. Segja frænka. Saliminn. Verðum halda sambandi. Hver var aftur að faðma mig hérna? Hver var aftur að knúsa mig? Ég ætla að faðma þig. Já! Skottu þá. Andri, á ég lengla að mynda sem